Komið sæl og eru velkomin á þennan streymisfund viðskiptagreiningar Landsvirkjunar. Egill Tómasson heiti ég og sérfræðingur í viðskiptagreiningu og þróun markaða hjá fyrirtækinu. Með mér Jónas Hlynur Hallgrímsson, forstöðumaður viðskiptagreiningar, og saman ætlum við að rýna í ástandið við Persaflóa, áhrif átakanna á efnahagskerfi heimsins, sér í lagi á orku- og hrávörumarkaði og hvernig áhrifin birtast í Evrópu og síðan síðast á Íslandi. En áður en við höldum lengra þá langar mig að vekja athygli á LinkedIn síðu viðskiptagreiningar. Við höldum úti þessari síðu og setjum þar inn áhugavert efni orkumál, hvort sem það er á innlendum vettvangi eða erlendum, og svona liður í því að stuðla að upplýstri umræðu orkumál á Íslandi. Ég hvet ykkur til þess að skanna kóðan á skjánum, fylgja síðan eftir og vera þannig vel upplýst það nýjasta sem er á döfinni í orkumálum. En Jónas, ef við byrjum á að skoða svona upphafið af þessu öllu saman, hvað svona hratt þessu ástandi af stað og svona hvernig birtast áhrifin í víðara efnahagslegu samhengi fyrir þjóðir heims? Já, þetta hefur ekki farið fram hjá neinum þessu átök í Íran og löndunum í kring og þetta hefur verið mikill og langur aðdragandi að þessu en svona kannski við förum í allra helsta í tímalínu og kannski svona snertir sem að við förum í ára eftir er að í lok febrúar þá eru árásir á kjarnorkugeymslur og mikilvæg hernaðarleg skotmörk hjá Íran. Og svo þá fljótlega eftir það þá svona nokkurn veginn lokast Hormúzsundið. Það er svona örfá skip sem hafa farið en miklu minni heldur en alla jafna. Og svo bara búin að vera árásir á gas- og olíulindir og iðnaðarstarfsemi og innviði í löndunum í kring. Og svo er svona núna undanfarið að verið friðað viðræður en það er kannski ekki alveg gengið eftir. Og við sjáum glærunni líka svona þetta landsvæði og rauði hringur táknar Hormúzsundið sem við ætlum svona að fjalla betur á eftir. Akkurat. En þetta er auðvitað svakalega áhugavert svæði, þessi Miðausturlönd og löndin við Persaflóa. Það er þriðjungur af olíu heimsins sem framleiddu við Persaflóa og Sádi-Arabía náttúrulega svakalega mikill olíuframleiðandi með nærri 12% hlutdeild, markaðshlutdeild, og Íran með 5% markaðshlutdeild og Írak líka með mikla hlutdeild. En þetta snýst ekki eingöngu olíuna, auðvitað er þetta olíuafleiðu, bensín, dísel, flugvélaeldsneyti, en síðan líka grundvallar uppbyggingarefni í áburði, álframleiðsla. Þannig að við sjáum í töflunni það er til dæmis þetta úrea svokallað sem er svona lykilhráefni í áburð og hefur það áhrif á landbúnað og alls konar svona ræktun og það er mikið kemur mikið frá þessu svæði og flutt út sundið. Og við sjáum í töflunni þessi merki sem sýna það hvaða lönd í rauninni framleiða sem nemur meiru að minnstakosti 1% af heimsframleiðslu. Þannig að það er ekkert smáræði verið að framleiða þessu svæði. Nei, þannig að þetta er rosalega svona auðlindaríkt svæði og þannig að það er einmitt þessi hráolía, olíuafleiðurnar, það er gasið, það er þetta lykilhráefni í áburð og svo þetta ál og við förum svona aðeins yfir það eftir og þú fer nú svona yfir gasmálin eftir. Einmitt. En svona aðeins nánar kannski Hormúzsundið þá er mikli flutningar út sundið og það er 20% af olíu og fljótandi gasi sem fer og ef við horfum á skífurnar myndinni ef það er litið til olíu þá fer 80% af olíunni sem flutt sundið fer til Asíu og 20% annað og horfum á gasið þá fer 90% gasinu til Asíu en 10% annað og þetta 10% fer til Evrópu meira og minna. En þetta setur alla markaðin í uppnámi, það ekki? Já, þannig að Evrópa hefur verið að hverfa frá rússnesku gasi eftir innrás Rússa inn til Úkraínu og þess vegna vera að færa sig meira yfir í þetta fljótandi gas og að kaupa þessi 10% og reiða sig mikið á það að fá þetta gas frá Miðausturlöndum. En það var að keppa þá við það magn sem er í boði? Keppa við Asíulönd þetta lausa gasmagn. Og núna bara þegar það verður svona mikill framboðsskortur þá hefur við séð hækkanir á gasverði og sem svona smitast út af raforkumarkaðina því að gas er notað til raforkuvinnslunar og förum yfir það á eftir. En kannski svona aðeins nánar Hormúzsundið sjálft að við sjáum Hormúzsundið og bláu örvarnar sýna svona þessa hefðbundnu siglingaleið inn og út sundið og þarna fyrir innan er Persaflói og
og norðan megin við sundið er Íran og sunnan megin við sundið er Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Það kannski lætur ekki mikið yfir sér, það er ekki sérlega stórt eða? Nei, það er nefnilega ekki mjög stórt sko. Og við settum hérna Ísland inn í svona réttum stærðarhlutföllum og austan megin sundsins og þá er breiddin svona sirka loftlínan frá Keflavík til Reykjavíkur. Ja, það er ekki meira. Það er svona 35-40 kilometrar. Og norðan megin sundsins og þá er þetta svona sirka á við Breiðafjörðinn. Já. Og þetta sund sko hafa verið að fara rúmlega 100 flutningaskip á dag þegar að sundið var opið og þetta bara allra stæðstu flutningaskip heims sem hafa verið að flytja hann út olíu og fleira. Og það eru svona takmarkaða leiðir til þess að koma olíu og öðru annarri framleiðslu af svæðinu. Það eru einhverjar lagnir sem geta flutt bara brota þessu magni, 10-20%. Já. En sjóleiðin er langmikilvægast. Langmikilvægast. Það er eitthvað að flytja landleiðina líka, en annars byggir þetta allt á sjóflutningum sundið. Og þetta er ekki bara útflutningur, þetta er líka innflutningur á svona svæði? Já, þannig að það er einn líkil hráefni sem eru flutt sem sagt inn til þessar landa og til dæmis súrál við komum að þess að þegar eftir, sem er flutt inn Hormússund og inn á Persaflóa og til landana þar og til álvera. Þannig að þetta hefur bæði áhrif á innflutning og útflutning sundið. En alþjóðastofnanir hafa verið svona ómyrkar í máli og haft miklar áhyggjur af þessari stöðu. Og ef við byrjum hérna á alþjóða orkustofnunina þá er þessi orkukreppa núna vegna þessar átaka og lokunar sundsins að hún sé alvarlegar heldur en orkukreppuna 1973, 1979 og 2022 samanlagt. Og þannig að það er sem sagt 1973 var svona dróst framboð saman cirka 5 milljón tunnur á dag og líka 1979. En núna er samanlagt minna framboð olíu 12 milljónir tunna. Já. Og svo 22 þá er þetta rússneska gaskrísa í Evrópu. En sem sagt framboðsminkunin að samdrátturinn í framboði núna er cirka tvöfalt á við það sem var 2022 varandi gas. En birtingarmyndin er kannski aðeins önnur. Þetta sem að 22 þá var mikið af snýrist framboðssamdrátturinn og gasinu fyrst og fremst beindist að Evrópu. En núna er þetta gasið flutt að megninu til Asíu en þetta sumt til Evrópu. Og þetta er svona kannski á breiðari grunni núna grísan. Það er alltaf nefnt að Fatih Birol, forstjóri alþjóða orkumálastofnunarinnar, að nú snýst þetta líka um áburð og olíu, gas. Þetta er svona víðtækar áhrif heldur en í þessum fyrri kreppum. Einmitt sko. Og það er svona það sem að alþjóðastofnanir hafa verið að benda á og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og World Bank fóru strax að endurmeta sína hagvaxtarspár eftir átökin svona hófust og sundið lokaðist og hafa dregið úr sínum spám sem sagt væntum hagvexti og dregið úr honum og segja bara að þetta er hærra verðlag og spá minni fjárfestingu og minni vexti. Og það er í rauninni þessar stofnanir, Alþjóðaorkustofnunin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og World Bank hafa unnið saman núna til þess að varpa ljósi á þessa alvarlegu stöðu og svona vinna með þjóðarleiðtogum að bregðast rétt við. Já. En svo líka á OECD er uppfærið sína verðbólguspá og þar er gert ráð fyrir 1,2% hækkun vegna orku og áburðarverðs. Og þannig að það er svona enn einn birtingarmynd þessa samdráttar í framboði. Og við sáum nú nýlega að það birtust verðbólgutölur í Bandaríkjunum og það er ekki sérstaklega hæglegar. Nei, og þar er 1% hækkun sko, frá fyrirmælingu og helsti drifkrafturinn er orkukostnaður. Akkurat. Þannig að þetta svona smitar út frá sér sko. Þetta upprunnin er auðvitað hérna í Miðausturlöndum og Hormússundið en þetta hefur líka áhrif á orkukostnað í Bandaríkjunum af því að það eru Bandaríkjamenn flytja til dæmis gas til Evrópu, selja gas til Evrópu. En áhrifin eru náttúrulega að þetta skipta áhrifunum í kannski svona skamtíma áhrif og síðan lengri tíma áhrif. Já. Af því að það hefur náttúrulega orðið bara hrein og klár eyðileggingu svæðinu, framleiðslueiningar skemmdar, hvort sem það er fyrir olíuhreinsun eða fyrir áli eða aðra framleiðslu. Einmitt. Þannig að við verðum svona kannski lengi að súpa segið af þessu. Já, og við höfum svona skipt þessu kannski upp. Það sem að kallast svona umsvifalaus áhrif á bara fyrsta degi, þar sem við sáum bara flutningakeðjur voru að raskast, flug voru að raskast, flugleiðir voru að lokast, flutningaleiðir, siglingaleiðir að lokast og þetta. Og þetta hefur fyrir með sig heilmikið rask í framleiðslu og flutningum.
Og svona, ef maður sé bara umferðum suma flugvelli, Já, þetta er algjörlega niður á svæðinu. Einmitt. Og svona mikið flug hérna til dæmis Dúbaí flugvöll og það alveg datt niður hérna. Og svo kannski ef maður heldur áfram að hérna degi 5 daga plus að þá er þetta svona farið að smitast út í verðlag, bæði verðlag á þessum vörum eins og hráolíunni, en líka verðlag annarra vara eins og þóttueldsneyti og fleira. Og svo þá auðvitað svona fara verðbólgan af stað og væntingar verðbólgu. Og svo núna kannski þessum við getum flokkað undir svona síðbúðun áhrif sem er svona sem eftir 1 mánuð og lengur að þá er alltaf markaðsverð hafa hækkað mikið á svona lykil vörum og afurðum og þá má alveg búast við því að það verði eitthvað svona viðbragð neytenda. Þeir fara að nota minna af ákveðnum vörum eða reyna að finna eitthvað staðkvæmt í staðinn fyrir að nota Það er kannski samt þrautin þyngri að finna staðkvæmda vörur fyrir olíu, fyrir gas. Það er svona einkennandi fyrir orku vörur að staðkvæmdin er oft lítil sem engin, svona til skemmri tíma. Að færa, þú veist, að við setjum ekki eitthvað annað á bensínbílinn okkar heldur en bara bensín. En það er kannski hægt sjá það einhverju lengri tíma viðbrögð þar sem hægt að rafvæða þarna iðnaðið að rafvæða bílaflotan og það er kannski eitt af því sem Alþjóða orkumálastofnun hefur að segja að við munum sjá svona viðbrögð sem eru svipuð og í fyrir orkukrísu. Svo til dæmis orkukrísan á 8. áratugnum þá koma fram minni bílar, sparneytnari bílar, japanski bílar verða vinsælli og við munum sjá kannski svona einhver viðbrögð takti þetta núna. Það verður svakalega svona innspýtingin í tækniþróun og nýsköpun held ég í svona orkumálunum og í rauninni það sem að Alþjóða orkustofnun hefur verið að segja að gæti orðið svona og líklegt að það verði bara svona struktúrbreyting núna. Að það færist meiri þungi að byggja upp endurnýjanlega orkuvinnslu, verði meiri tækniþróun í orkutækni á svona aukinn þungi í rafbílavæðingu og við höfum séð merkið þetta í alls konar stuðningsaðgerðir sem hafa verið tilkynnt þar í löndunum í kringum okkur og hérlendis líka. Og svo þessi svona meiri áhuga kjarnorka hefur orðið svona vinsæll í umræðinni á undanförnum árum og það gæti verið svona, þetta gæti svona glætt á umræðu miklu lífi og tækniþróun þar. Og þá kannski að halda lífi í gömlu kjarnorku lengur og aukinn tækniþróun og svona áhuga á þessum minni módular einingum. Einmitt sko, og svona tæknimál öll. En þetta sem að snýr kannski endurnýjanlegri orkuvinnslu og það er í rauninni, þú veist, það má eiginlega skipta ávinningnum í tvíþættur ávinningur sko. Það er annars vegar, auðvitað er þetta mikið orkuöryggismál og það er það sem Alþjóða orkustofnun hefur sagt að þessi staða núna hérna í Miðausturlöndum, hún er bara svona staðsta ógn heimsins við orkuöryggi sem hefur komið upp. Þannig að þjóðir fari að færa meiri svona, setja meiri áherslu á uppbyggingu endurnýjanlegrar orkuvinnslu. Það auðvitað hefur í för með sér að það er verið að nýta orkukosti sem eru eðlisins samkvæmt nær. Það er verið að nýta vind og sól sem er nær og er flutt til almennings og fyrirtækja. Og það er ekki verið að svona stóla á lönd við Miðausturlönd og Hormúzsund í orkunotkunni. Og svo er þetta bara frábær loftslagsávinningur af þessu og hérna þá svona fössum við vonandi hraðar út jarðefnaeldsneyti. En þannig að svona kannski andinn er aðeins annar núna heldur en 21-2 þar sem við vorum að keyra orkuskiptin áfram á svona loftslagsávinningi en núna er kannski áherslan, jafnvel þótt að kannski niðurstaðan sé svo sama að þá er áherslan frekar á þá er þessi orkuöryggismál að vera orku sjálfstæð. Já, og þörfin fyrir aðgerðir í loftslagsmálum hún hefur auðvitað ekkert breyst en núna kannski svona bætist í ofanalaga við þessi svona mikla orkuöryggis ástæða. En við færum okkur aðeins í olíumálin og erum hérna með mynd hérna af verðþróun á brentolíu og brentolíu er svona evrópskt viðmið fyrir olíuverð. Og við sjáum hérna bláa línan er svokallað spotverð á olíu þar sem að olían er bara afhent samstundis. Og byrjaði hérna upp á Assa var olíuverðið undir $60 á tunnuna og svona fer nú heldur upphallandi og svo kemur þetta mikla stökk hann til lok febrúar. Og þá rýkur olíuverðið upp í hann $90 og $100 á tunnuna og meiri séu fyrir $110 á tunnuna. En hefur nú svona heldur gefið eftir núna undanfarna daga. Og síðan svona framvirka kúran hún fylgir einhver leyti eftir. Já,
Og þessi framvirka kúrfa er í rauninni, sko, það er þetta á fjármálumörkuðum er hægt að tryggja sér olíu með afhendingu fram í tíman. Já, og þarna sjáum við svona afhendingu Já. frá með júní og út árið. Já, þannig að við sjáum að þarna hallar kúrfan svona heldur niður af við. Mhm. Þannig að vonandi, og ef við kannski spilum hérna myndina aftur, og þá sjáum við hvernig framvirka kúrfan helst í svona við spottverðið. Þegar allt líka Já, liti. þegar olíu verður ríkur upp og þá fyrir framvirka verður líka upp. En núna er hún svona meira, hún er svona niðurhallandi og það er, Þannig að markaðurinn hefur tiltrú á að þetta leysist. við vonum það. Við vonum að það sé svona skilabóðan sem markaðurinn er að senda þetta, að það leysist úr þessu og hérna, komist friður á og eðlilegt flæði á vörum og frá þessum löndum. Einmitt. En þetta olíuverð, þetta er auðvitað hráolía hérna sem við erum að sjá og svo þarf að vinna það hráolíu yfir í olíu, til dæmis þóttueldsneyti og bensín og dísel og olíu til hitunar. Og þessi verðþróun á hráolíu markaði hefur bara bein áhrif á verðþróun á þóttueldsneytismarkaði og bensín og dísel, og við sjáum það bara hérna á Íslandi. Þannig að verðið á dælunni, það er hækkað og stjórnvöldum gripið það að gera þess að hækka Séum bara umfyllinni það í morgunfréttunum þollueldsneyti og að byrðir séu bara að verða uppbundnar á sumum flugvöllum og þannig að það sé bara kannski vikuspursmál hvenær þetta fyrir að hafa áhrif á flugferðið, þannig að bara við getum verið að hára á maí, júní að það geti haft áhrif á bara frambúða flugferðum. Og þetta er svona eitt af því sem Alþjóða hefur sagt að það voru þetta skip sem að fóru út sundið þannig alveg út februar segir ekki og þau eru búin að vera að sigla á sín áfangastaði og aðferma þar. Þannig að það er svona frambúða sem sagt úr skipunum að koma inn á þessa markaði. En það er auðvitað ekki nærrið jafn sami fjöldi af skipum að fara út sundi núna undanfarnar vikur eins og alla jafna. Og þá getur skipt máli bara byrðastað mismunandi þjóða. Það eru suma þjóðir með betri stefnu í þessu heldur en aðrar og eru betur undirbúnar. Og kannski kaupa olíu annars staðar frá og svona, þannig að það er líka svona það sem að Alþjóða hefur talað það er svona, einsku kallast það diversification á auðlundum sem eru koma inn. En ef við snúum okkur aðeins að álmörkuðum þá er 9% heimsframleiðsla áli er í Miðausturlöndum og við hérna á Íslandi þetta framleiðum mikið áli, við framleiðum cirka 0,9 milljón tonn á ári og rúmlega 1% af heilsframleiðslu. En í þessum löndum eru framleitt cirka 7 milljón tonn. Og þetta eru bara stök álver sem framleiða mun meira heldur en íslenska framleiðsla. Það er álver hann sem framleiða 1,5 milljón tonn á ári og 1,6 milljón tonn á ári og einmitt íslenska álverin samanlagt er að framleiða 0,9 milljón tonn. Þannig að þetta er alveg svakalega stór álver. En þau hafa lent í vanda álverin hana og það er svona þau álver sem hafa verið nefnd eru svona 3 álver sem einna helst hafa verið nefnd sem er í vanda með sína framleiðslu og vandinn er kannski að ýmsum toga. Ég meina, hjá einu álverin er það þannig að þau hafa ekki náð að fá inn súrál til sín, sem sagt inn sundið. Þannig að þau eru rauninni skortið þau hráefni til þess að vinna úr. Auðvitað eru með eitthvað lager á sínu svæði, en sá lager er svona alla jafna, kannski endist í 30-40 daga. En þau hafa verið að leita leiða til þess að fá inn súrál landleiðina jafnvel. En nú erum við að horfa á, það eru 80-50 dagar sem þetta hófst. Já, að núna er svona tímapunktur hvernig þetta þróast. Þannig að þetta álver hann Alba hefur til dæmis bara þurft að draga sinni framleiðslu því að þau skort súrál. Og svo er annað álver hann Kvaddalum sem að þar hafa orku innviðir verið skemmtir, þannig að orkan berst ekki í álverinu, þannig að þá er ekki hægt að reka álver að fullum afköstum. Og svo er það álverið hann Altavila sem hefur bara orðið hreinlega fyrir árásum og það er bara búin að skemmtur. Þannig að þetta er þá dæmi svona langtíma áhrif þegar það tekur þá ekki dag eða vikur að koma þessu upp aftur. Nei, það geti tekið heilt ára að laga álverið og koma því aftur í fullan rekstur. Þannig að þetta er svona, tekur langan tíma svona ástandi þó að vonandi þá bara kemst friður á bara síðar í dag sko. En þá tækir það samt álverið heilt ár að laga allan sinn búnað og komast aftur í fulla framleiðslu. Og við hefum svona séð þetta á álmörkuðum og hérna sjáum við þróun álverðsins og núna er álverðið í cirka $3,600 á tonnið og bara með allra hæsta móti og
og bara aldrei verið rauninni verið hærra svona ef maður lítur á mánaðargrunn. En ef maður horfir á framvirkuverðin þá svona útlit fyrir eða markaðurinn hefur trúið að þetta haldist svona áfram. Já, þannig að það hægt að eiga viðskipti með ál fram í tíman og við sjáum hann að markaðsverðið 2027 á 3200 og 2028 2900. Þannig að þau álverð eru svona í sögulegu samhengi mjög há sem að markaðurinn er að búast við fram í tíman. En svo það líka áhugavert sko það sem hefur verið að gerast varðandi það sem við kallum svona premjuvörur. Álverin sem sagt framleiða ál í svona ýmsum stærðum og gerðum og formum. Og þetta kallast svona premjuvörur sem eru seldar á Evrópumarkaði og við sjáum hérna til dæmis hvernig premjan fyrir bolta hefur þróast. Hún alveg ríkur upp hérna núna þessu ári og hérna fyrir aðra vöru, fyrir hleifa, fyrir melmi og fyrir vír. Og sem sagt söluverðið á til dæmis vír væri þá söluverðið á vírnum sjálfum verða premjunni cirka $1100 á tonnið og það leggst ofan á hitt álverðið sem sagt álverðið sem þannig að samanlagt söluverðið getur verið $4700 á tonnið. Og íslensku álverin eru í þessari virðisaukaði framleiðslu eða ekki? Þau hafa verið að færa sig meira og meira yfir í virðisaukaði framleiðslu og búa til svona ýmsu vörur. Þannig að þau njóta góðs að þessu ástandi núna? Þannig að þau njóta góðs að þessu og hérna bæði álverðið hátt og svo þetta premjuverð líka mjög hátt sko. En ef við færum okkur kannski aðeins inn til Evrópu og svona reynum að rýna í hvernig þetta hefur áhrif á Evrópu og raforkumarkaðina þar. Já, við myndust á þetta aðeins áðan að Evrópa hefur verið háð öðrum orku og núna sérlega háð öðrum þetta fljótandi jarðgas og svo þetta olíuna og hérna sjáum við svona yfirlit yfir það hvernig hlutdeild innfluttrar orku af orkuþörf álverinu hefur verið að þróast. Þetta eru semst Evrópusambandsríkin og það sést þarna að Evrópa þarf að flytja inn svona 60% sinni orkuþörf og það er ekkert smáræði þannig að hún er öðrum háð þessu orku. Ísland í aðeins betri stöðu. Við náttúrulega erum með jarðvarma okkar fyrir húshitunina. Öll okkar raforka framleidd með vatnsafli og jarðvarma og vindi í litlum mæli. Þannig að við þurfum að flytja inn orku sem nemur svona 17% af okkar orkuþörf og hérna það þá aðalega í formi jarðefnaeldsneytis fyrir skipaflotann, fyrir flugvélar, fyrir bílana okkar og annað, en svona almennt séð í Evrópu þá álfan mjög háð öðrum orku sem setur hana í svona frekar viðkvæma stöðu í þessu ástandi og það eru auðvitað undantekningar frá þessu. Noregur gríðarlegur orku útflytjandi, hvort sem það formið raforku, geta gert það ekki einu strengi til annarra landa eða bara með útflutningi á jarðefnaeldsneyti, við þekkjum það. Olíunni. Þannig að þegar allt tekið saman þá orku útflutningur Noregs svona 7-föld orku þörf landsins, þannig að það er ekkert smáræði. Þannig að það eru undantekningar, almennt séð þá álfan í svona frekar viðkvæmnistöðu vegna þess að vera háð öðrum orku og það svona, við þekkjum það eins og nefndir áðan, það var háð Rússum gasið, þau eru reynt að venja sig af því en núna kemur þessu upp að koma með LNG gasið, þannig að hún aftur í svona svipari stöðu á 22. Og við náttúrulega stöndum vel í svona þessum samanburði við önnur þjóðir með 17% orkuinnflutning. Já, við sjáum það svona aðeins betur á eftir að vissu leyti erum við í svona öfundsverðri stöðu hérna á Íslandi. En þó ekki full skjóli, þannig að hérna. Nei, við gerum ekki lítið úr því en komum inn á það eftir. En ef við snúum okkur svona að gasinu þá Evrópa eins og segir mjög háð öðrum gas og gasið hefur hækkað svona 50-60% ef við tökum tímabili fyrir átökin frá áramótum og síðan eftir átökin og þetta kemur svona á tiltölulega kannski slæmi tíma fyrir Evrópu. Gasbirgðirnar eru lágar núna og þær hafa ekki verið lægri síðan í árið 2022. Við erum undir 30% og þetta svona sá árstími þar sem álfan væri annars að fylla á gasbirgðirnar en þessir verðhækkanir setja klárlega strik í reikninginn og þetta smitast síðan út á raforkumarkaðina því það eru sumar þjóðir sérstaklega sem þurfa að reiða sig á gas til þess að framleiða raforku og þá hækkar jaðarkostnaður gasorkuverana sem þessu nemur og það er svona búið að taka þetta saman. Það var yfirlýsing frá Ursula von der Leyen fyrir 100 Evrópusambandsins daginn þar sem þau hafa tekið saman af svona samanlögð áhrif af svona þessum verðhækkunum og jarðefnaeldsneyti
nemur 22 milljörðum evra og þetta eru þá fyrstu svona 6 vikur átakana. Þannig að þetta ekkert smáræði, það ekki það að álfan sé að flytja inn meiri orku, heldur hún að flytja inn bara svipa magn en verðhækkanir að valda því að hún þarf að borga sem nemur 3.200 milljörðum íslenska króna aukalega. Þannig að það ekkert smáræði. Og þetta kostnaður sem að endanum bara almenningur og neytendur greiða? Já, sjálfsögðu og þetta veldur gríðarlegum titringi meðal almennings í Evrópu og ekki síst í pólitíkinni. Og hérna sjáum við svona hvernig verð á gasi hefur verið að þróast frá upphafi árs og svona vinstri skýgði kassin sýnir tímabili fyrir átökin og hægri kassin svona eftir átökin, eftir að það hófust. Og ef við svona tökum einhverja punktstöðu þá verðhækkunin jafnvel svona upp og yfir tvöföldun og gasi var þarna í kringu 33 eurur á megavattstund tímabili fyrir átökin og hefur verið svona yfir 50 eurur á megavattstund eftir en allt frá það að vera vel undir 30 eurum og upp fyrir 60 og þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif á þarna. Og mikið, maður sér bara á myndinni hérna, mikið breytileiki í gasverðinu hérna undanfarna daga og vikur. Já, það svona, ef við tökum hérna frá þessum hápunkti hérna 19. og 20. mars, þá hefur þetta verið svona niðurhallandi að vissu leyti eins og við sjáum hérna á halanum, en hann sveiflast gríðarlega mikið og það fer bara eftir hver gangurinn í friðarumleitunum frá degi til dags og síðan getur eitt tweet frá þjóðarleiðtogum eða sérstaklega einum þjóðarleiðtoga bara breytt myndinni gjörsamlega þannig að sjáum við að þetta sveiflast alveg fleiri evrur hérna milli daga. En svona ef við kannski snúum okkur að hvaða áhrif þetta hefur á raforkumarkaðinn, þá það þannig að sumar þjóðir þurfa að reiða sig á raforkumarkaðinn með gasi og tökur lítið dæmi ef svona gasorkur ætlar að framleiða 1 megavattstund raforku að þá þarf gasmagn inn í þá framleiðslu og vegna þess að nýttin til dæmis lág á svona einingum þá þarf í rauninni svona tvöfalt gasmagn eða tvöfalt orkumagn í formi gas til þess að ná þessari 1 megavattstund út. Þannig að já, svona almennt séð nýtni svona vera kannski í kringum 50%, hún getur verið aðeins hærri en hún getur líka verið mun lægri, kannski 20-30% og þá í rauninni bara verið að henda 70-80% af orkunni. Og þetta eru svona í rauninni gasorku sérstaklega þessi lágu nýtnina þá verið sem eiga í rauninni hlutverk þar aðalega svona brúa bilið örfáar klukkstundir á ári tiltölulega ódýr í uppsetningu en þá rekstrakostnaðurinn, jaðarkostnaðurinn tiltölulega hár en menn sætta sig við það að finna eitthvað svona jafnvægi milli fjárfestingakostnaðar í upphafi og rekstrakostnaðar en síðan sem sagt þá afgangurinn á orkunni verður bara og losnar í formi hita og þetta hægt að nýta þann hita í einhverju tilfellum í iðnaðarferli eða húshitun eða eitthvað þannig í svona cogeneration verksmiðjum. Síðan verður losun þegar þessar 2 megavattstundir af gas eru brendar þá myndast 400 kíló af koldíoxíð og fyrir þetta þarf að greiða í rauninni fyrir í formi losunarheimilda. Þannig að við tökum eitthvað svona dæmi hérna, gas verður núna kannski 55 eurur á megawattstund, ETS verðið á losunarheimildum kringu 75 eurur á tonn og þá skila þetta sér í endanlegu raforkuverði eða jaðarkostnaði gasorkuvers upp á 140 eurur á megawattstund og það má segja þá í rauninni svona áhrifin af verðhækkunum á gasi þau svona gírist upp í raforkuna þannig að í rauninni hver evra sem gasið hækkar hækkunum verður tvöfaldur raforku með og þannig að þetta mjög, mjög áhugavert hvernig þetta spilar saman. Þetta skapar svakalega dýnamíkin á raforkumarkaði bara alveg leið að verður verðhækkun á gasi að þá svona breytist dýnamíkin. Já, við sjáum það á kúrum hérna eftir að í rauninni raforkuverðið á sumum svæðum sem eru mjög háð gasi það bara endurspeglar nákvæmlega hennar gasferil sem við sjáum á hann. En áhrifin eru svona mikil eftir landsvæðum. Það eru sum lönd sem reiða sig mikið á gas og önnur lönd sem reiða sig minna. Þannig að þau eru svona mislánsöm að þessu leyti. Við sjáum hérna yfirleiti yfir svona hlutfall klukkustund árið 2026 þegar að gas ræður raforkuverðinu eða allavega raforkuverðið jafnt og eða herra heldur en jaðarkostnaður gas og þá Ítalíu svona dálítið sérflokki að hún þarf að reiða sig á gasi 90% klukkustunda sem mjög hátt hlutfall þannig að þetta bitnar mjög illa á Ítalíu. Spánn á hinum endanum 15% klukkustunda þar sem það Spánn þarf að reiða sig á gas til raforkuverðinu
og mun betri stöðu í rauninni og þetta endurspeglast bara beint í verði á næstdagsmarkaði. Hérna sjáum við hvernig verðið hefur verið að sveiflast frá upphafi árs og hvernig það breytist þegar átökin hefjast. Spátn á efri myndinni með mikla raforkuframleiðslu með vindi, mikla framleiðslu með sól og í rauninni í skjóli fyrir þessu. Þannig að sjáum við löng tímabil bæði fyrir og eftir átökin. Það sem raforkuverðið tiltölulega lágt og snertir núll í rauninni af því að jaðarkostnaður vindorkuframleiðslu og sólar er núll í rauninni og þannig að hann þarf bara að grípa til gasframleiðslu í þessar 15% klukkustunda og verðið almennt mjög lágt eins og sérstanna. Það 46 fyrir átökin og eftir átökin hefast þá hefur raunar orðið lækkun á raforkuverði á Spáni í rauninni bara því að það hefur verið hagfelldar aðstæður fyrir endurnýjanlega framleiðslu síðan þá. En á Sikiley syðst á Ítalíu þá staðan önnur, þannig að sjáum við að raforkuverðið bara nær alla klukkstundir mun hærra en 0. Þarna það í kringum það bara 100 og yfir 100 eurur á megastund og ef við svona myndum bera þennan feril saman við gasferilin áðan, þetta í rauninni bara svona tiltölulega hrein eftirmynd og við sjáum að þegar átökin hefjast þá bara hækkar í rauninni allur þessi ferill á Sikiley og sem skilar sér í því að raforkuverðið hækkar um 21 evrur milli þess að tveggja tímabil. Þannig að það er bara alltaf annar strúktúr á raforkumarkaðnum á Sikiley versus á Spáni og það er kannski bara afleiðingar fyrir ákvörðunum áherslu á endurnýjanlega orkugjafa. Já, þess að þjóðirnar bara uppskera náttúrulega eins og það sá og sumar eru betur undirbúnar en aðrar þegar það koma svona uppákomur þannig að þetta bara það sést hérna svart á hvítu. Eins og ég nefndi að þetta hefur svona valdið miklum titringi meðal almennings í Evrópu, meðal iðnaðar og svona stjórnmála leiðtogar álfunnar reyna svona bregðast við, koma böndum á ástandi og grípa til einhverja aðgerða og Evrópusambandið hefur svona reynt að beita sér í þessu. Það var framkvæmdastjórnarfundur þarna svona seinni hlutann í mars þar sem við komum með yfirlýsingum svona 4 þætta aðgerðaáætlun og svona skiptis í tvennt. Það sem sagt annars vegar aðgerðir sem hægt að grípa til bara strax núna og síðan þá einhverjar meiri svona strúktúrbreytingar þannig að undirbúa kerfið betur til lengri tíma. Og í fyrsta lagi þá bentu á ríkisstyrki. Það eru ríkisstyrkikerfi í Evrópu nú þegar þannig að ríki geta gripið til aðgerða fyrir almenning og heimili eða iðnað. Til dæmis fyrir iðnað en það kerfi sem leyfir í rauninni ríkjum að greiða niður 50% af raforku þörf iðnaðar niður að 50 evrum á megastund sem svona ákveðið gólf og síðan leggja til svona umfangsmeiri breytingu á flutningskerfinu og til þess að svona lækka flutningsgjöld til lengri tíma og þau segja að það sé svona væntanleg tillaga þess efnis á leiðinni. Talum að þetta náttúrulega mál sem við höfum látið okkur verða hérna á Íslandi og hefur beina áhrif á samkeppnishæfni iðnaðar og stórnotenda að því að endanlega í rauninni orkuverð það samanstendur af raforkuverðinu sjálfu og síðan flutningskostnaðinum þannig að hann hefur klárlega áhrif og síðan talað þarna skattalækkanir. Þau telja alveg ótækt að jarðefnaeldsneyti sé skattlagt lægra heldur en raforka og ætla að grípa til aðgerða til þess að bregðast við því og síðan hefur ETS-kerfið sem ég minntist á áðan það hefur verið mikið milli tannana á fólki sérstaklega í Þýskalandi og þau svona vilja bregðast við því og einhvern veginn svona nútíma væða það þannig að kannski ekki farið nánar út í það hvernig breytingar var að gerðar en núna kerfið svona kannski að einhverju leyti fara að virka, fara að býta og þá svona að fara að birtast í verði iðnaðar og almennings og þá svona hefst þessi umræðum að breyta í rauninni kerfinu. En svona útfærslunar á þessum 4 atriðum sem hann á skjánum sko það kannski líka ekki alveg fyrir Nei, ekki öllum en það einmitt, eins og ég segi sumt hægt að grípa til strax bara það sem það sem eru kerfið fyrir hendi en aðrar svona strúktúrbreytingar taka lengri tíma. Síðan hafa svona einstaka þjóðir riðað vað innan álfunnar og Evrópusambandsríki. Það var til dæmis núna 3. apríl, það voru 5 ríki sem sendu bréf til Evrópusambandsins og það var Þýskaland, Spánn, Ítalía, Portúgal og Austurríki og sendu bréf þess efnis að þessu hvöttu Evrópusambandið til þess í rauninni að grípa til svona hvalrekaskatts. Þau segja bara að það sé ótækt að það séu aðilar, orkufyrirtæki og aðrir sem græði óhóflega á þessum átökum og afleiðingu þeirra og það sé svona bara siðferðislega rétt fyrir
þá aðila að hlaupa tilbaka með heimilum og iðnaði í Evrópu og niðurgreiða verð. Þannig að það er mikið svona rót og svona umræðum þessi máli í Evrópu og hún er ekki til lykta leitt. Nei. En ef við horfum aðeins heim til Íslands, hvernig svona birtist þetta okkur hérna á Íslandi? Já, þetta auðvitað er farið að birtast og við ætlum ekki að gera lítið úr þeirra áhrifum. Við náttúrulega erum háð jarðefnaeldsneyti fyrir flug og fiskveiðar og bílana okkar og Innflutning og útflutningu. Já, við erum háð allur vöruinnflutningur er háður jarðefnaeldsneytisverði. Við auðvitað notum áburð í landbúnað, þú minnst hana áðan og verðhækkanir þar mun skila sér hérna sem mun síðan rata út í matvælaverð og þetta hefur áhrif á verðbólgu og ýmisleg. En svona einhverju leyti þá mögum við segja að afleidd áhrifin hér, sérstaklega orkumarkaðinu, sé mun minni heldur en við annars staðar. Við erum alltaf með jarðvarmann, nýtum hann fyrir alla okkar húshitun nánast, það er 99%. Og síðan er það rafkerfi, öll okkar raforkuframleiðsla framleidd með vatnsafli, 70%, jarðvarminn 30%, smá vindur. Okkar raforkerfi síðan frátengt náttúrulega meginlandinu, við erum ekki með rafstreng til Evrópu, auðvitað samt erum við Landsvirkjun í alþjóðlegri samkeppni, orkufyrirtæki, iðnaður hér í samkeppni og þannig að Ísland í alþjóðlegri samkeppni en ekki með beina tengingu. Þannig að við getum svona talið okkur nokkuð lánsum með stöðuna hérna. Einmitt. Og við sjáum líka við með mynd sem sýnir raforkuverð heimila frá Eurostat og þess að þannig að hagstæðasta verðið hérna á Íslandi og hefur og langt lægra heldur til dæmis það sem við sjáum í Þýskalandi og Danmörku og svo líka áhugavert að sjá bara hversu stöðugt verðið er. Miklu stöðugar heldur en í öðrum þjóðum. Þannig að það er ekki bara hagstætt heldur líka stöðugt og það er og ef maður horfir líka frá iðnaðarstarfsemi og atvinnustarfsemi þá er þetta heilmikill ávinningur í því að vera með fyrirsjáanleika í orkuverði. Í rekstri hvort sem það er rekstri fyrirtækis eða heimila. Já, þessi kúrfa hérna sýnir svona dæmikert heimili í þessum löndum en í rauninni kúrfan fyrir minni fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki er mjög svipuð og það er hérna mjög áhvert að sjá eins og í Danmörku þegar kemur hérna þessi kúfur í COVID, hann skilur sér ekki hingað og skilur sér svona minna leiti í þjóðurnar sem eru norðar. Þannig að þetta eru það orkukostinni sem við búum við, það jarðvarmi og vatnsafl og svo þetta hefur við verið með svona viðskiptafyrirkomulag sem að tryggir mikinn stöðuleika. Já, miklu leyti byggt á langtímasamningum og það sem sölu fyrirtæki sína fyrirhyggju og kaupa inn langt fram í tíma. Og það er rauninni svipuð staða fyrir stórnotendur að stöðuleikin er mun meiri hér heldur en í Evrópu. Hérna sjáum við á öðru myndinni verð á næstdagsmarkaði á Nordpool sem er svona norræni markaðurinn og Apex Spot í Þýskalandi og þetta eru kúrfur sem sýna meðalverð mánaðar þannig að það er búið að í rauninni filtera út sveiflur innan dags og milli daga þannig að í rauninni verðbreytingarnir eru miklu meiri heldur en þessi kúrfur hérna sína og fyrir neðan þá sjáum við svona meðalverð stórnota Landsvirkjunar og þarna á bakvið eru náttúrulega safn af löngum raforkusamningum sem eru gamlir 20 ára gamlir og aðrir eru 2 vikna og hérna en stöðuleikin hefur verið mun meiri hér sem býr til svona hagstætt umhverfi fyrir stórnotendur sem eru auðvitað í alþjóðlegri samkeppni og velja sér staðsetningu bara eftir aðstæðum og samkeppnishæfni landa en þarna og við höfum getað boðið svona fyrirsjáanleika í langtíma samningum það er svona auðvelda reksturinn og bæði hjá stórnotendum og viðskiptavinum okkar og svo þetta hjá okkur sjálfum. Já, orkufyrirtækin náttúrulega fá fyrirsjáanleika í sína tekjuöflun sem veldur því að í einangru raforkerfi er hægt að fara út í stóra fjárfestingar og þannig að þetta er svona hagur beggja og stórnotendur hafa fyrirsjáanleika sem veldur því að þeir geta sinnt sínur ekstra mikilli fyrirhyggju. Við fórum hérna aðeins yfir álmarkaðinn áðan og það auðvitað árar vel hérna í íslenskum álverum auðvitað líka, þau selja sínar afurðir á Evrópumarkað og njóta þess að háa álverðs og svo er það þannig að framleiðslukostnaðurinn hann er ekki haldið í við hækkandi álverð. Það er kannski fyrst og fremst á súrálið er sem sagt nauðsynlegt til þess að búa til ál
og verðið á súráli hefur ekki fylgt álverðinu. Þannig að framleiðin svona við að framleiða svona ál hérna fyrstu mánuði ársins, hún mjög góð og bara gleði efni fyrir land og þjóð. Já, við hljótum að fagna því. Álverunum, okkar grunnatvinnuvegur og okkar stærstu viðskiptanir, þeim gangi vel, þannig að það bara fagnaðar efni. Já. En það er verk fyrir höndum sem að snýra orkuskiptunum og svona þessi cirka 1 milljón tonn af olíu sem við flytjum inn. Já, við þarna myndust á áðan að við erum með þetta að einhverju leyti háð innflutningi olíu. Hérna sjáum við yfirleitt það hvernig það verið að þróast núna frá aldamótum og við flytjum ennþá inn eitthvað 1,2 milljónar tonna af jarðefnaeldsneyti fyrir flugvélarnar okkar, skipin, fiskveiðarnar, ferðaþjónustunnar á bakvið þetta miklu leyti fyrir bílana okkar. Og þarna eru tækifæri til þess að gera okkur ennþá orku sjálfstæðir í rauninni. Rafbílavæðingin er náttúrulega gengið ágætlega en við getum sett meira púður í það og verður eflaust gert núna eins og myndist á áðan. Þessi viðbrögð við orkukrísum eru svona á þá leiðina og það er svona eftir miklu að slægjast að svona ef við getum nýtt okkar innlendu endurnýjanlegu orku í meira mæli, þá svona hver einsta kílóvattsstund sem við náum að framleiða hér innanlands er algjörlega óháð duttlungum í þjóðarleiðtogum eða einhverjum titringi á alþjóðasviðinu. Þannig að þetta er svona kannski tækifæri fyrir okkur að gefa í og vera ennþá orku sjálfstæðari heldur en að við erum þó nú þegar, en að vissu leyti þá erum við algjörlega svona til fyrirmynda þannig að og aðra þjóðir svona horfa á okkur og vilja komast á þann stað sem við erum. Einmitt, sko. En það má með sanni segja að það hafi verið miklar áskoranir á orkumörkuðum og tengjast Miðausturlöndum og Hormússundinu og verið gaman að fara hérna yfir málin með þér í dag og við auðvitað erum svona Íslandi í öfundsverðri stöðu en höfum þó verk að vinna og en okkur langaði bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að fylgja ykkur hérna í dag og hvetjum ykkur aftur til þess að fara inn á LinkedIn síðu Viðskiptagreiningar og svo ykkur auðvitað alltaf frjálst að hafa samband við okkur. Og svo sjáumst við bara á næsta opna fundi Viðskiptagreiningar og bara verið sæl. Verið sæl.